Jæja, kæru vinir nær og fjær, flestir fjær núna. Velkomin að fræðslufund Læknaráðs. Í dag er það hakið, eða HSN, hak innan HSN. Það er ekki rétt sagt, jú. Ætlar hakið að segja okkur frá vaktþjónustu heimilislækna á Akureyri. Það eru Hafdís Elma og Hrafnhildur sem ætla að segja frá þessu. Og undir tryggri leiðsögn Jóns Torf og Sólveigar, eða ekki? Gjörðu þið svo vel. Takk fyrir. Þeir eru komið sæl. Við erum Hafdís og Hrafnhildur og við erum sérnámslæknar á Heilsugæslunni á Akureyri. Við ætlum að kynna fyrir ykkur verkefnið okkar sem ber heitið Vaktþjónusta heimilislækna á Akureyri, áhrif breyttrar vaktþjónustu á tilvísanir á bráðamóttöku. Og leiðbeinendur okkar í þessu verkefni voru Jón Torfi Halldórsson, heimilislæknir, og Sólveig Pétursdóttir. Og Jón Torfi með okkur hér í dag. Þetta er ekki löng kynning hjá okkur í dag, þannig að við erum alveg tilbúin að taka á móti spurningum eða umræðum í lokin ef einhver er. Skulum við bara byrja þetta. En Heilsugæslan á Akureyri hefur haldið út í formlegri vaktmóttöku frá árinu 1999. Í september 2018 þá var fyrirkomulagi vaktþjónustu breytt, en þá hafði það verið óbreytt í margra ára. Fyrir breytinguna þá var vaktin okkar í raun tvískipt. Annars vegar vorum við með síðdegisvakt á milli klukkan 15 og 16 á virkum dögum sem 2 læknar sinntu í húsnæði heilsugæslunnar á sitthvorri hæðinni. Og stundum vorum við með hjúkrunarfræðing til taks þar fyrir fáeinar rannsóknir, svo sem CRP, þvagstigs, EKG, en það var þó ekki alveg gefið mál. Og ef vaktin okkar dróst á langinn fram yfir 4, þá var hjúkrunarfræðingur farin úr húsi og eins mögulega aðrir læknar, þannig að það gat verið erfiðara að sækja sér aðstoð. Og hins vegar vorum við með forvaktarlækni sem var með móttöku í húsnæði bráðamóttöku hér á sjúkrahúsinu. Þar vorum við með aðstöðu í einu litlu herbergi og vorum hér á kvöldin frá 17 til 21 og helgar frá 10 til 12 og 14 til 16. Og þessi forvaktarlæknir gat ýmist verið læknanemi, kandidat, almennur læknir, sérnámslæknir eða sérfræðingur. Og hann sinnti þessari móttöku í raun einn síns liðs með aðstoð bakvaktar símleiðis ef þörf var á. Á virkum dögum var forvaktarlæknir búinn að vera með fulla móttöku á heilsugæslunni í dagvinnu, sinnti síðan þessari kvöldmóttöku og á sama tíma þá var hann með sólarhringsvakt fyrir bráðaútköll. Þannig að hann gat þurft að stökkva frá móttökunni með engum fyrirvara og skilja eftir biðstofu fulla af fólki. Eftir breytinguna þá var öll vaktmóttaka sameinuð í húsnæði heilsugæslunnar og mönnun vaktþjónustu aukin. Og á virkum dögum sinna nú 3 læknar móttökunni frá klukkan 14 til 18 og 2 læknar helgar frá 10 til 14. Þar af er alltaf að minnstakosti 1 þeirra sérfræðingur í heimilislækningum. Á virkum dögum sinnir forvaktarlæknir núna ekki lengur vaktmóttöku lækna, en hann er annar þessara lækna sem er á vaktmóttökunni helgar. Og nú höfum við alltaf hjúkrunarfræðing sem tekur þátt í vaktmóttökunni. Hann hittir bæði sjúklinga prímert og afgreiðir stundum mál án aðkomu læknis og er alltaf til taks fyrir rannsóknir og ýmis verk. En með þessu verkefni þá vildum við fá yfirsýn yfir komufjölda bæði á vaktmóttökunni okkar og eins á bráðamóttökunni hér á sjúkrahúsinu. Við vildum sjá aldursdreifingu skjólstæðinga okkar, kynjaskiptingu sem og fjölda erlendra skjólstæðinga með gervikennitölur. Aðalmarkmið rannsóknarinnar var að skoða áhrif breytingana á fjölda tilvísana af vaktmóttöku heilsugæslunnar á bráðamóttöku SAG sem á afdrif þeirra skjólstæðinga auk sjúkdómsgreininga. Rannsóknin er afturskygn gagnarannsókn og rannsóknarþýðið voru þeir skjólstæðingar sem leituðu á vaktmóttöku heilsugæslunnar á 2 tímabilum. Það er fyrir og eftir breytingu á vaktmóttöku, janúar til mars 2018 og janúar til mars 2019.
og í undirbúningi fyrir gagnasöfnun þá kom í ljós að ekki var hægt að treysta á gagnaöflun beint úr sögukerfinu, né úrlausnarkóðana í samskiptaseðlunum okkar. Þess vegna þurftum við að notast við afgreiðslukerfi sögu til að fá upplýsingar allar komur á fyrrnefndum tímabilum og söfnuðum upplýsingunum handvirkt úr sjúkraskrárkerfi, SAK og heilsugæslunnar. Við ætlum í rauninni fyrst að taka miklu lengra tímabil til þess að fá betri yfirsýn yfir þetta, en þegar það kom í ljós að þurftum að fara handvirkt yfir allar nóturnar þá þurftum við að stytta þetta niður í 3 mánaða tímabil hvort árið fyrir sig. Og við notumst við Excel í gagnaöflun og úrvinnslu, fengum leyfi hjá framkvæmdastjóra lækninga á HSN og SAK. Við sóttum leyfi hjá Vísindasiðanefnd og Persónuvernd en rannsóknin reyndist ekki leyfisskyld þar. Og þá skulum við vinda okkur í niðurstöðurnar. Komum á vaktmóttöku heilsugæslunnar fjölgaði óverulega milli ára eða aðeins 32 komur, 0,8%. Árið 2018 þá voru þetta 3.855 komur á þessu tímabili janúar til mars eða að meðaltali 42,9 komur á dag. Árið 2019 þá voru þetta meðaltali 43,2 komur á dag eða í heildina 3.887 komur janúar til mars. Á sama tíma fækkaði komum á bráðamóttöku SAK 451 eða 10,3%. Og hér sjáum við svo aldursdreifinguna á vaktinni okkar. Við erum náttúrulega að sjá fólk á öllum aldri. Aldursdreifingin var nokkuð sambærileg milli ára. Það sem áhugavert að sjá að börn undir 4 ára aldri eru stór hluti skjólstæðinga okkar á vaktinni. Og hér höfum við sett inn til samanburðar aldursdreifingu Íslendinga almennt. Og þá sjáum við að þessi toppur barna undir 4 ára, hann ennþá meira áberandi. Og hér sjáum við svo kynjaskiptingu á vaktinni okkar. Hún var í rauninni alveg óbreytt milli ára. Kvenkyns skjólstæðingar á vaktinni eru 58% og karlkyns 42%. Og til samanburðar höfum við sett hérna alveg til hægri kynjaskiptingu Íslendinga almennt, þar sem að karlar eru 51%, konur 49% af Íslendingum. Árið 2018 þá voru erlendir skjólstæðingar með gervikennitölur 27 talsins eða 0,70% af komum og 2019 voru þeir 21 talsins eða 0,54% af komum. Þannig fækkaði skjólstæðingum með gervikennitölur 6 milli ára en þess ber að geta við túlkun þessara niðurstöðna að það þarf að taka tillit til þess að janúar til mars ekki helsti ferðamannatíminn og þá ætla ég að leyfa Hrafnhildi að taka við. Já, herðu. Þá ætlum við að fara yfir tilvísanir af vaktinni á bráðamóttöku SAK. Við breytingu á vaktafyrirkomulagi þá nánast helmingast tilvísanatíðnin. Árið 2018, fyrir breytinguna, vorum við að vísa 132 einstaklingum á vaktina, 3,42% af öllum komum. En árið 2019 þá vorum við að vísa 69 einstaklingum eða 1,78% af öllum komum. Og þannig að 2018 eins og við nefndum þá var vaktin okkar tvískipt. Þannig að við ætluðum aðeins að skoða hvernig það hafi verið og þá sjáum við muninn á milli vaktinar á heilsugæslunni sem var þarna milli 3 og 4 og staðsett í húsnæði heilsugæslunnar og svo hins vegar vaktin sem var á bráðamóttökunni á kvöldin og helgar. Og sjáum við að frá heilsugæslunni þá vorum við að vísa 1,22% af öllum komum en af vaktinni á bráðamóttökunni þá var þetta 4,79%. Aðeins tilvísanatíðni eftir aldri og kyni.
Og þá sjáum við hérna að þetta fjöldi einstaklinga á súlunum sjálfum og svo hlutfallið þarna fyrir ofan súlunar. Og hér sjáum við að tilvísunartíðnin lækkar í rauninni hjá báðum kynjum í öllum aldursflokkum, kannski einna helst þarna hjá körlum yfir 67 ára. Eins og við nefndum áðan þá ákastu á það í undirbúningi rannsóknarinnar að það var ekki hægt að reiða sig alveg á úrlausna kóða í samskiptaseðlunum okkar, þannig að við ákváðum að skoða það betur. Og 2018 þá var réttur úrlausna kóði skráður í 67% samskiptaseðla þegar vísað var á bráðamóttökuna, en 2019 þá var þetta 75%. Hérna sjáum við algengustu ástæður tilvísunar á bráðamóttöku og þetta svona eins og áðan, þetta fjöldinn á súlunum og svo hlutfallið þarna fyrir ofan. Og hér sjáum við öndunarfærasýkingar eru algengasta ástæða tilvísunar eða í tæplega þriðjungi tilfella. Það var aðeins meiri breytileiki milli annarra ástæðna en aðrar algengar ástæður voru til dæmis kviðverkir, húðsýkingar, áverkar og slys, hjartavandamál, taugaeinkenni, þvagvefssýkingar og svo stoðkerfisverkir án áverka. Við skoðum aðeins samræmi greininga á milli heilsugæslunnar og bráðamóttökunnar og nákvæmlega sama ICD-greiningarnúmeri var í 44% tilfella 2018 og 43% tilfella 2019. Það eru margar ICD-10-greiningar geta átt við sama vandamálið, þá skoðum við þetta líka eftir svona greiningarflokkum í rauninni og þá fyrst gott samræmi milli 87% greiningar 2018 og 90% tilvika 2019. Og það skoðum við hvað rannsóknir, hvort það voru gerðar frekari rannsóknir þeirra sem vísað var á bráðamóttökuna. 2018 voru gerðar frekari rannsóknir í 82,3% tilvika og 2019 voru þetta í 88,1%. Af þeim sem voru ekki gerðar frekari rannsóknir þá fengu langflestir sérhæfða skoðun eða meðferð, svo sem slitlampaskoðun, álit sérfræðings í viðeigandi sérgrein eða sérhæfða lyfjagjöf og svo framvegis. Eftir skoðun á bráðamóttöku útskrifuðust 66,2% heim 2018 og 55,2% 2019. Lítill hluti skjólstæðinga var bókaður í endurkomu og fór ýmist svo heim eftir það eða lagðist inn. Og hérna sjáum við að innlagnartíðnin jókst milli ára og við ætlum að skoða það aðeins betur og þá skoðum við bæði þá sem lögðust beint inn og þá sem að kom í endurkomu yfirleitt á daginn eftir og lögðust inn eftir það. Og hérna sjáum við að þetta nánast sami fjöldi skjólstæðinga sem lagðist inn hvort ári fyrir sig. Þetta voru 25 einstaklingar 2018 en 24 einstaklingar 2019. En innlagnartíðnin nánast tvöfaldaðist úr 19% upp í 36%. Síðan ef við förum yfir innlagnar ástæðna, svona 5 algengustu innlagnar ástæðnar, þá eru öndunarfærasýkingar algengasta innlagnar ástæðan í rúmlega þriðjungi tilvika og það sambærilegt við ástæðu tilvísunar eins og við nefndum áðan. Þetta samt sami fjöldi einstaklinga eins og við kannski sjáið og það eins með hjartavandamálin. Þar sem þetta eru tiltölulega fáir einstaklingar eða fá tilvik þarna bak við, það var meiri breytileiki á milli annarra innlagnar ástæða en það voru til dæmis húðsýkingar, kviðverkir og hiti án fókus. Þá erum við bara komin í umræður og ályktanir og niðurstöðurnar okkar sýna að komufjöldi á vaktmóttökunni á heilsugæslunni hélst nánast stöðugur á milli ára og komum á bráðamóttöku fækkað á sama tímabili. Þannig að það virðist allan ekkert benda til þess að skjólstæðingar sé að leita í auknum mæli fram hjá heilsugæslunni og beint á bráðamóttöku eftir breytingu á vaktmóttökunni. Tilvísunartíðnin almennt lág og nær helmingast á milli ára og þannig náðu heilsugæslulæknar að sinna yfir 98% erinda á vakt án tilvísunar eftir vaktbreytinguna.
Að við best vitum þá hefur einungis ein sambærilega rannsókn á tilvísanatíðni verið birt á Íslandi og það rannsókn Þórðar G. Ólafssonar heimilislæknis frá 2002 til 2006 sem var birt í Læknablaðinu 2012 en hann fékk tilvísanatíðni på 3,2%. Innlegnatíðnin í rannsóknina bendir til mjög markvissar notkunar og eftir vaktbreytingu eru skil á milli sjúkrahúss og heilsugæslu orðin skýrari. Álykta má þegar álagi dreift betur og það betra aðgengi að hjúkrunarfræðingum og sérfræðingum í heimilislækningum, þá sé meira svigrúm til að klára þyngri mál á vaktinni. Það var finnsk rannsókn sem gerð var á tilvísanatíðni í heilsugæslu og hún bendir til þess að fjárfesting í sérfræði og endurmenntun virtist besta leiðin til að lækka tilvísanatíðni, en þess ber þó að geta þetta voru líka tilvísanir frá dagvinnutíma. Það sem við vonumst bara til að þessi rannsókn stuðli áframhaldandi þróun og bættri þjónustu á vaktamóttöku HSN Akureyri. Og þetta var nú ekki lengra hjá okkur, þannig að ef það eru spurningar eða komment þá endilega. Já, takk fyrir gott einmitt mjög fróðlegt. Sem sjá hvort það náist að spurja utanfrá. Kannski við með að spurja þarna þannig að ég kannski missi að þið voru þetta með tölur af tilvísanatíðninni eftir hvort fólk kom á kvöldin eða á daginn. Já, hvort fólk var að koma þarna á heilsugæsluna sem þarna milli síðdegisvaktina eða sem kom milli 5 og 9 kvöldin eða helgar. En var munur þar á milli, voru færri tilvísanir frá heilsugæslunni, vaktinni sem var þar á daginn. En fólk að koma til ykkar, þessu nýja kerfi meira á kvöldin eða meira á daginn? Í nýja kerfinu þá eru vaktin opinni frá 2 til 6. Þannig að langur tími. Já, og þá eru 3 læknar til staðar. En þá ekki eftir 6? Nei, ekki vaktmóttaka. Þá erum við bara með sólarhrings vaktþjónustu í bráðamóttöku. En við erum ekki með vaktmóttöku formlega. Það búið að bæta við vaktmóttöku á morgun. Já, það líka. Það hjúkrunarmóttaka á morgnana. Og það alltaf vaktlæknir á bakvið hana svo sem. En við vorum ekki að taka hana með inn í þetta. En það komið þá, maður sé hærri innlagnatíðni, það færri sem vísað en hærri innlagnatíðni. Það vantarlega að það búið að velja þá sjúklinga betur úr. Það veikara fólk sem af þeim sem túlkja þannig að það sé veikara fólk sem þið sendið almennt. Þið sendið færri og þið sendið veikari. Já. Þetta mjög há innlagnatíðni. Já, það ekki. Ég hef aldrei séð svona há innlagnatíðni. Þið sendið fáa en þeir sem koma eru veikir. Já, það er svona. 36%. Þetta er hátt. Það líka eins og nefndum áðan Já, nei, ég er að spyrja. Það voru á þessari vaktmóttöku sem var alltaf hérna á kvöldin að læknir stóð einn þarna og þetta var kannski óreyndur læknir jafnvel. Þannig að það var kannski auðvitað að vísa yfir, en núna höfum við alltaf betra backup og getum alltaf backup á hjá næsta. Og ég held líka að spila inn í það að það var náttúrulega sami ritarinn sem flokkaði inn á bráðamóttökuna og inn á okkur. Þannig að stundum tók alveg eftir að það var svona einstaka sinnum þegar við vorum hér með aðstöðu að ef það var mjög löng við á bráðamóttökunni þó þetta væri í rauninni bráðamóttökumál, þá var það frekar sett yfir okkur. Þannig ég held að það skýr kannski að hluta til hærri tilvísanatíðni þarna. En þetta er náttúrulega mjög lág tilvísanatíðni, það 3%. Ég er 3,4% þetta fyrir breytingu. Hún er komin í 1,78. Já, þú meina það, og svo 1,78. Já, það í mínum huga er það miklu lægri en maður hefði nokkuð tíma að gera sig grein fyrir eða giskað á þeim beðið mann giskað.
Kom ykkur þetta óvart þessi tíðni? Heldur þetta væri meira eða minna? Sko, Áður en þið litið á tölurnar? já, við vorum kannski alveg búast við svona 3–5% tilvísunartíðni og við höfum það alveg á tilfinninguna að hún hefði lækkað verulega eftir við breyttum vaktinni. Við fundum það bara sjálfar að maður var sjálfur að vísa færjum og hafði einhvern veginn meira svigrúm bara til þess að klára málin. Já. En þetta séu þá fleiri á vaktinni, hefur þetta breytt öðrum daglegum störfum mikið? Kemur þetta niður á öðrum daglegum störfum á deildinni? Nei, á heilsugæslunni? Já, náttúrulega eins og eftir við breyttum vaktinni þá við erum að byrja hana fyrr, við erum að byrja hana klukkan 2 á daginn og það er náttúrulega 3 læknar sem sinna þessu. Þannig að auðvitað erum við að taka náttúrulega frá bókuðum tímum sem væri annars mögulega hægt að nota. Þannig að, en ég veit ekki hversu mikið það veistu það Jón Þór? Það er helst að þetta komi niður vegna þess að verkefni vaktlæknis og bakvaktarlæknis eru ekki daglegum. En síðdegisvaktin okkar við nýtum í raun og veru venjulegri móttöku almennt fyrir klukkan 2 og eftir klukkan 2 í raun og veru að vinna við heilsuveru, símatíma og svo framvegis. Þetta kemur vaktlæknir og bakvaktarlæknir sem í okkar kerfi hafa önnur hluti af aðsvöldum þar í daglum. Og nú er náttúrulega aftur búin að breyta kerfinu hjá okkur, þannig að flestir bókaði tímar eru fyrir hádegi núna. Þannig að núna ætti þetta ekki kannski að skipta máli. Þannig að þó að séu núna til 18 en vorum þetta tvískipt þá til 21, það hefur ekki leitt til þess að fleiri komi á slysadeild sem sagt. Nei, ekki samkvæmt þessu, allavega en þetta er náttúrulega stutt tímabil í janúar til mars, en allavega það var náttúrulega 10% fækkun á koma og framúr. Já, meina það, sko það er ekki, þannig að þörfin er ekki það að fólk vilja endilega gera þetta eftir kvöldmat eða þeir eru búið að fara með veiku börnin þegar það er sjálf búið í leikfimi, sko. Nei. Annars verðist fólk að hafa fjöldin á vaktinni helst nokkuð stöðugur þarna á milli ára. Þannig að fólk virðist þá kannski bara... Svo náttúrulega bæta við að núna, það er þannig að flestir koma á okkur milli 2 og 4. Já. Og við bókum fólk í raun og veru inn á vaktina núna sem er enn breytingin að þessu er mjög stýrt. Einhver ástæðu kýs fólk að koma frekar með 2–4 en áður í daginn. Það kemur svolítið óvart líka, maður er eitthvað tilfinningun að fólk þú veist einmitt. Já, en það er náttúrulega við eigum þannig öryggisventil að við lengdum ekki tímabilið þar sem að er ekki einhver opin vaktmóttaka. Þetta er bætið við morgunmóttöku í 2 klukkustundir. Já, þetta er mjög áhugaverðar tölur, mér finnst þetta koma óvart. Til hamingju með þessa lágu tilvísunartíðni, ég held að það hljóta að vera jákvætt. Það er ekki jákvætt. Jú, við allan teljum það. En segjum mér það bara í fórhættu segir, fyrst að það spyr enginn að utan að enga spurningar ná í gegn kannski. Hvernig er þá vinna ykkar sko eftir þetta sá sem er svo sólarhringsvaktinni? Eru það að fara eru það að fá fólk til ykkar, einhver hringir til ykkar klukkan 10 að kvöldi til, eru vitjanir í heimahús hættar eða fáið í fólk niður á heilsugæslustöð eftir þennan tíma? Ef einhver hringir og hósta á hita klukkan 10 að kvöldi til. Yfirleitt vísum við fólki kannski þá bara vaktina daginn eftir. Þetta er yfirleitt ekki bráðveikt fólk. Heldur getur það kannski beðið og komið þá daginn eftir. Vitjanir eru orðnar mjög sjaldgæfar í dag og náttúrulega ef að fólk er almennt sér alltof veikt til þess að koma á vaktina til okkar þá er það yfirleitt það veikt að það þarf hvað sem er að fara bráðmóttöku og allavega þarf mögulega fleiri rannsóknir. En það eru þó, ég held að síðan þá einstaka vitjanir og kannski eldri læknarnir séu meiri því. Það getur verið að það hangi svolítið þar inni. En það sem að forvartarlæknir er kannski mikið að gera er að fara í F1-mótköllun. Og svo er lögreglumál sem lögregla hringir í okkur fyrir ýmis, Já, við sinnum þessar blóðpröfum hjá lögreglunni. Já, ég er að fæli hvernig ég að spyrja, sko. Ég vil hanga það hérna. Ok, komdu með spurningu. Já, Pálmi á bráðmóttökunni, þakka fyrir fyrirlesturinn og spyr með annars þetta það að fækki tilvísunum, er það eins og þið nefndið haldið fyrst og fremst að þið hefði meiri tíma eða betri mönnum til að sinna erfiðari málum eða haldið þið að nálægðin
við að hafa þetta inn á spítalanum hafi gert það að verkum að það voru fleiri sendir bara Já, alveg klárlega. Næsta herbyggi. Já, ég held að skilin sé miklu skýrari núna milli heilsugæslu og bráðamóttöku og ég held einmitt þetta með að við höfum verið með sama ritarann og það hefur kannski orðið svona smá misflokkunandi fyrst. Fólk var náttúrulega sjálft að reyna að flokka sig, mætti bara vildi tala við lækni og þá skipti ekki máli hvort þá setti ritarinn kannski bara á okkur þó þetta fólk væri farið að æla blóðið þarna fyrir framan biðstofuna okkar sko. Þannig að það var líka ákveðið atriði. Það sést líka bara mjög vel á tölunum frá 2018. Það sést mjög vel á tölunum frá 2018 þar sem var mikill munur, 1,2 versus 4,78. Þannig að þetta örugglega margþætt. Að því að bæði að fólk var að flokka sig sjálft, ritarinn kannski vísaði stundum frekar á vaktlækni þó það ætti ekki endilega heima þar. Og svo þetta núna einmitt á sitthvorum staðnum. Og svo við höfum þetta meira backup og meiri tíma. Ég hef skoðun á spíker. Já, skoðun á spíker, já. En ég ætla bara einmitt þakka fyrir þetta persónulega. Mér finnst það mjög gott að sjá þetta og þetta mjög flott og auðvitað innlagnatíðnin bara að hún fari upp og þetta greinilega markvissara. Það gaman að sjá það og auðvitað þessi tilvísanatíðin ekki há. Hvernig mórallinn niður frá með þessa breytingu? Almenn ánægja hjá ykkur með þetta fyrirkomulag? Náttúrulega vorum búin að hugsa þetta í nokkur ár og þetta var okkar tilfinning að skilin væru ekki nógu skört á biðstofunni hjá okkur. Þannig að það er mjög gott að búið að gera þetta. Það væri gott að sjá kannski nýrri tölur svo og gera þetta kannski aftur fyrir 2020 eða 2021 vonandi losnið við COVID einhvern tímann. En er þið ánægð niður frá? Er almenn ánægja? Ef að fólk hefur í gegn, Pálmi spyr hvernig þessi breyting hafi farið í starfsfólk hag. Þetta er mjög pólitísk spurning, það er vant einhverju svarið. Já, maður hefur allavega ekki annað á tilfinningunni en að fólk sé mun ánægðara með þetta fyrirkomulag. Já, við getum allavega svara fyrir okkur að við erum ánægðir með þetta. Já. Þetta miklu betra en það var og aðalega bara upp á backupið. Og það standi ekki einhvers staðar aleinn. Já, það líka. Það fyrir námslækni og minna reyndala. Já, algjörlega. Já. En þetta þýddi það að því að við vorum í rauninni að auka þess mönnunina að 3 læknar í einu eru þannig að þetta þýddi með þannig mannskap sem er á haka. Þetta voru aðeins fleiri vaktir. En samt svona manneskjulegri vinnutími kannski að þegar þú ert ekki á þegar þú ert á forvaktinni þá getur þú verið komin heim klukkan 4 með símann en þegar þú ert á vaktmóttökunni þá ertu yfirleitt komin heim milli 6 og 7 kannski í staðinn fyrir að vera þarna langt fram til kvöldi þegar maður var á forvaktinni. Það er bara gott að heyra þetta. Ég held að það sé að við höfum ekki gert formulega könnun hérna upp frá en það er alveg ánægja með þetta hér líka. Takk fyrir Pálmi. Jæja, við verðum aðeins að þá fara yfir fyrir næsta fund, hvernig er þetta að koma spurningum betur fram eða hvernig við varum að taka þær þessi afsökunum á þessu. En takk aftur fyrir góðan fyrirlestur og mjög áhugaverðar tölur. Takk. Takk fyrir okkur.